Já, það eru athyglisverðir tímar og erfiðir framundan. Það kom skýrt fram hjá Geir Haarde. Hann notaði orð eins og yfirvofandi þjóðargjaldþrot og hamfarir í sínu ávarpi. Ólafur Ísleifsson, hvernig metur þú stöðuna? Við vitum ekki neins smáatriði, en hvað verið að segja okkur? Já, hann náttúrulega útskýrir það að í ljósi stærðar bankana eru ekki forsendur fyrir því að ríkissjóður gangist í þær ábyrgðir sem að þyrfti. Vegna þess að ella væri hætt á því að ef allt færi hér á versta veg, að þá færi ekki bara bankarnir, heldur væru við hér sem þjóð í skuldafangelsi áratugi fram í tímann, og þetta mat náttúrulega verður ekki dregið í efa. Í ljósi þess hvað bankarnir eru sko stórir í samhengi við ríkisbúskapinn hér og þjóðarbúskapinn yfirleitt. Já, Vilhjálmur, hvað leist þú út úr þessum upplýsingum sem við höfum, sem eru nú ennþá svolítið takmarkaðar? Já, það eru mjög takmarkaðar og þetta er svona dæmi ósamhverfar upplýsingar á fjármálamarkaði. Og sko, það er alveg greinilegt að þessi bankar hafa verið orðin alltaf stórir fyrir þetta land og þessa mynt sem við höfum hér. Og þegar þetta gerist í samhengi við atburði annar staðar, að þá þetta náttúrulega hreinast og holskefla, og þegar mann dattaði í hugi gæra það væri hægt að verja stöðuna með 1,5 landsframleiðslu í lánalínum, 10 milljarða evra, að þá virðist það komið á daginn að það var bara alls ekki í spilunum. Þannig að þessir atburðir sem hér eru, ég er nú orðið það gamall að ég man Kúbudeilu og ég man Vestmannaeyjagos og mér nú skapar næst að jafna þessu við þann raunverulega möguleika að í Kúbudeilunni þá var kjarnorkum á yfirvofandi yfir heimsbyggðinni. Já, þetta eru gríðarlega sviptingar á öllum mörkuðum í dag allstaðar. Það var athyglisvert sem Össur sagði. Hann sagði að það væri örugt að bankarnir myndu starfa áfram í einhverri mynd, en jafnvel bara tveir í þeirri mynd sem við þekkjum. Getur eitthvað rýnt í þetta? Hvað finnst þér hann að segja? Já, mér finnst það sko hafa komið fram í viðtölum við stjórnmálaforingjana hérna að menn megi eiga von á því, minnst að kosti í ljósi þeirra heimilda sem að ákveðið hefur verið að veita fjármálaeftirlitinu, að það megi vænta uppstokkunar á bönkunum þannig að þeir muni þá starfa. Í einhvers konar þjóðnýtingu þá? Það skal ekki segja eitt eignarhaldið á því, en að það verði hér viðhaldið bankastarfsemi, en að þeir muni líta öðruvís út á morgun heldur en þeir gera í dag. En ég held að sko þetta er náttúrulega þannig að við höfum orðið hér náttúrulega fyrir bylmingshöggi vegna þessarar alþjóðlegu fjármálakreppu sem að auðvitað sko fall krónunnar hér hefur náttúrulega magnað upp úr öllu valdi, líka sérstaklega fyrir okkur því að við erum í þeirri aðstöðu. En nú finnst mér aðalatriði þetta að það má ekki láta þessa kreppu í fjármálalífi leiða sér neyðarástand á heimilum landsmanna eða óþarfa stöðvun í atvinnurekstri landsmanna. Nú er aðalatriði þetta að halda atvinnu uppi, halda atvinnufyrirtækjunum gangandi, sjá til þess að fólki geti verið í húsunum sínum og íbúðunum sínum, þó að þau séu skuldsett. Það þarf að dreifa þessu yfir þetta langan tíma. Þetta hlýtur að vera algjört meginmarkmið núna. Að heimilin og fyrirtækin og þar með atvinna fólksins verði varin þrátt fyrir þessa miklu kreppu sem við erum hér í fjármálalífinu og sem að við erum í auðvitað með heiminum öllum. Treystir þú til þess að spá eitthvað í það? Hvað er að fara að gerast fyrir hverju nákvæmlega Geir að fara að mæla? Ljóst að bankakerfið verður ekki eins? Bankakerfið verður ekki eins og þá er arðtakast að ætla það að það sé einhvern veginn á einhvern hátt reynt að skilja milli innlendar og erlendar starfsemi bankakerfisins með einhverjum hætti. Nú, það getur vel verið að þetta sem Ólafur nefndi, húsapakkin, heimilin verði tekin út úr og undir einhverja sérstakka stjórn, undir svona útvíkkaða stjórn Íbúðalánasjóðs. Mér dettur þetta í hug. En eins og Ólafur sagði, það býr fólki í þessu landi og sko og skýtt með banka. Það er enginn vant að stofna banka. Það hefur komið á daginn að það er hægt að stofna banka og það er hægt að stekka það og allt það og jafnvel þó að þeir vaxi sér yfir höfuð. En í landinu býr fólk og hagsmunir þess er að vinna og að starfa og sofa og við skulum fyrst og fremst að horfa á það að fólk geti starfað og notið vinnu, notið skólagöngu og þess áttum. Ég held að þetta sé kannski hluti sem að
fæstir hafa hort í núna undanfarna daga. Menn hafa verið að horfa á bankakerfið, menn hafa verið að horfa í það hvernig þetta er að bjarga bankakerfinu. Það eru örugt mál að það eru ýmsir sem tapa einhverju. Það eru bara peningar en við skulum reyna að halda heilsu og reyna að halda sérstaklega geðheilsu. Já, það er verða að hafa litið aðrar áherslur í hugsunarhætti fólks, það alveg blasir við og það hérna verðum að fá þau tíðindi. Það verður bein útsending frá þingfundi Alþingis eða það stóð að minnsta kosti til. Það er eitthvað óljóst með það hvenær hann hefst. Ég nú að fá þau skilaboð að þessum þingfundi hefur verið frestað í 10 mínútur. Þannig að þá nákvæmlega vitum við efnisatriðin í þessu frumvarpi Geirs. En við ætlum aðeins að heyri henni Jóhönnu Vigdísi núna sem að kannski getur sagt okkur frá því hvað nákvæmlega er að gerast niðri á Alþingi þessa stundina. Það er verið að fresta þessum 10 mínútur eða hvað? Hér er allt að gerast í beinni útsendingu. Já, ég er í loftinu. Já, það er Sturla Böðvarsson ætlaði að byrja hérna þingfundinn hérna rétt á hann og þá kemur bara einfaldlega í ljós að mér skilst að frumvarpið sé bara rétt að renna út úr prentvélunum og hingað inn í húsið svo að það er ekki alveg tilbúið og það er skýringin á það, hún er nú ekki dýpri en sú. En það er hins vegar áhyggjufullt andrúmsloft hér í þinghúsinu og hérna það er spurning hvort að við Já, Sigmar, þetta er svolítið flókin staða bara í augnablikinu af því að eins og við sögðum hér oft áðan að við erum ekki með nógu nákvæmar upplýsingar það nákvæmlega hvað stendur í frumvarpinu en ég mun vera með það innan örfára mínútna. Ég er að eltast hérna við þetta frumvarp og þá mun koma betur í ljós hvað stendur í því, stór tíðindi allavega og mikið inngrip ríkisvaldsins þennan mánudaginn 7. október 2008. Þetta er söguleg stund sem við erum að upplifa hér í Alþingishúsinu. En Sigmar, ég ætla að skipta til þín í augnablik á meðan ég reyna að lýsa þetta. Já, takk fyrir þetta Jóhanna Vigdís. Við erum líka að bíða eftir því að fá viðtal hér í hús við Hreiðar Má Sigurðsson hjá Kaupþingi. En Ólafur, það er svo margt einhvern veginn undir, allt efnahagslífið, öll fyrirtækin sem að bankarnir hafa verið að þjónusta. Hvað gerist? Það sem þarf að gerast er það að það verði bara áfram lífvænlegt og dásamlegt að búa í þessu landi eins og verið hefur. Það verður eins og ég segi hér að sjá til þess að fólkið fái búið á sínum heimilum, að það hafi sína atvinnu. Það þurfa hér að koma til opinberar ákvarðanir varðandi það. Það er auðvitað eðlilegt að af hálfu peningamálayfirvalda verði séð fyrirtækjunum fyrir nægu lausu fé í íslenskum krónum. Það er náttúrulega fæst ekki í erlendri mynt en það má ekki vera neitt skortur á því. Nú hvað varðar peningastefnuna og vextina, þá þarf það náttúrulega að koma til algjörar endurskoðunar núna. Er það í myndinni að þessu fylgi einhver vaxtalækkun bara mjög fljótlega? Ég skal ekkert segja það, en ég er bara að segja það að ég tel á því þörf vegna þess að hér hefur verið haldið upp í hávöxtum til þess að halda aftur af efnahagslífinu. Núna eru þær forsendur algjörlega brostnar. Það hefur líka komið í ljós að hávöxturnar ná ekki að styðja við gengið, þannig að menn hljóta að vera að skoða hér minnstakosti tvennt, að sjá fyrir nægu lausafé og starfsfé fyrir atvinnufyrirtækin og að lækka hér vexti svo munar. Vaxtalækkun, er það í kortunum og óumflýjanlegt núna? Já, ég held að það sé alveg, það er alveg óumflýjanlegt sko að nafni minn Egilsson hefur einhvern veginn sagt við mig að hæstu vextir, þeir hafi ekki náð að halda aftur á verðbólgun, þannig að peningamálastefnan hafi einhverju leyti brugðist eða einhverju samverkandi þætti, þannig að í þessu ástandi þá er það ekki náttúrulega lögmál að vextir þurfa að vera 15%. En eins og ég segi að eins og Ólafur segir að þetta samfélag það gengur ýmsanlega fyrir peningum og fjármálamarkaðurinn er lykilmarkaður til þess að halda samfélaginu gangandi og það náttúrulega verður að hafa lausafé til þess að gangi, til þess að halda maskininu gangandi og þar á meðal að hugsanlega að lækka vexti og það verður náttúrulega ýmis önnur aðlögun í þessu dæmi. Já, og auðvitað skýrist þetta náttúrulega mjög vel niður á þingi og eftir og við verum að sjálfsögðu með beina útsendingu frá þingfundunum, fylgjustu vel og vandlega með því. En þessi tíðindi náttúrulega snerta bankakerfið gríðarlega mikið þó við vitum ekki smáatriðin. Hreiðar Már Sigurðsson er forstjóri Kaupþings og við leituðum viðbragða hans strax að loknu ávarpi Geirs H. Haarde hér áðan. Hver er viðbrögð þín við þessum ummælum Geirs? Þetta eru mikil tíðindi sem gerir greinilega að sjá okkur
þannig svo snemmt að tjá sig fyrir maður að sé hvað frumvarpið sem verður lagt fram. Munið þið leggjast á eitt og sætt ykkur við þetta frumvarp, hvernig sem það verður, hvort það kemur til þjóðnýtingar allra bankana eða hvers eðlis sem það verður? Ég var nú ekki von á því að allir bankarnir verði þjóðnýttir. Við höfum lagt fram tillögur til handa ríkisstjórnarinnar, hvernig við sjáum að hægt sé að fara í gegnum þessi erfiðleika sem við erum að fara í gegnum núna. Við tökum þessu undir með forsætisráðherra að það er mikilvægt að þjóðin sé ekki sett í skuldafjötra. En það er ljóst að það er ekki hægt að hafa lokað fyrir viðskipti þessar stóru félagi í Kauphöllin eins og var í dag. Býst ekki við niðurstöðu jafnvel bara fljótlega? Við hljótum að fara meiri tíði nú strax í kvöld, síðasta lagi í fyrramálið. En það er alveg hárrétt hjá þér, það gengur ekki að hafa lokuð viðskiptin. Hver er staða Kaupþings með hinna bankana? Ég nú þekki í stöðu hinna bankana nægilega vel. Þetta er mikla sögursagnir í gangi á mörkuðum, en við erum ennþá opnir og teljum að við getum farið í gegnum þetta. Það var þungt hljóð í gær. Heldur að ástandi hér á landi sé kannski erfiðara og verra en margir gera sig grein fyrir? Ég held að ástæða í Íslandi sé verra og alvarlegar heldur en flestum mörkuðum í Evrópu í dag og ástæðan er hin mikla skuldsetning kerfisins og þegar aðgengi af lánsfé þornar upp og bankunum tekst ekki endur fjármagn sig þá koma þessi erfiðleikar fram en það er mikilvægt að menn núna tæki allar ákvarðanir yfirhátt. Við erum með mikil verðmæti í höndunum, mikilvægt að við reynum að tryggja þau verðmæti og fórna engum hagsmunum. Getur eitthvað ímyndaðir út á hvað þetta frumvarp gengur sem á að leggja fyrir Alþingi núna? Já, ef ég skil það rétt þá veitir það fjármálaeftirlitinu víðtækari heimildir en fyrr til að fara inn í banka sem eru komin í þrönga eða mjög erfiða stöðu. Þannig að þið bankastjórarnir hafi þá minna afdrif félagann ykkar að segja? Já, þeir bankastjórar það sem að fjármálaeftirlitið ákveður að fara inn í. Takk, er eitthvað fleiri sem vil bæta við? Nei, ég held að þetta sé það fyrst. Þetta er fínt, þetta við getum ekki gert það með. Já, þetta var Hreiðar Már Sigurðsson, forstjóri Kaupþings. Já, það kom allavega fram hjá honum þarna. Hann átti ekki von á því að allir bankarnir yrðu þjóðnýttir. Nú veit maður ekki hversu mikið þeir vita. Það er búið að þjóðnýta einn. Hann segir að þeir verði ekki allir þjóðnýttir. Eigum við þá að lesa þannig í að Landsbankinn verði kannski þjóðnýttur en ekki Kaupþing? Eða er hægt að meta þetta eitthvað út frá orðum Hreiðars? Nei, ég held að það sé nú ekki forsendur til þess að meta það að svo stöddu, en þarna er alveg greinilegt að hann á von á því að það megi vænta mjög umtalsverðar íhlutunar af hálfu opinberra aðila málefni bankana. Það finnst mér alveg liggja í orðum hans. Þannig að þeir séu búin að missa forræðið einhvern veginn á stjórninni? Já, minnst að kosti þeir bankar sem að opinberra aðilar munu mest láta til sín taka. Það finnst mér nú eiginlega liggja í þessum orðum og raunar í þessum ummælum sem við höfum heyrt hérna fyrir frá stjórnmálamönnunum. Já, ég er að fá þau tíðindi að Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir sé tilbúin með viðmælandanir í Alþingishúsi. Það er stutt í það að þingumræðurnar sjálfar byrjast og þá opinberst þetta nú frekar fyrir okkur öllum. Jóhanna, yfir til þín. Já, Sigmar, þetta er alveg rétt og þetta er rétt það sem að kom þetta fram hjá Hreiðari hérna rétt þannig. Ég kom með frumvarpið í hendur, þingfundur er ekki byrjaður á ný, en þar stendur orðrétt að með frumvarpinu er lagt til að lögfest verði ákvæði að heimila fjármálaráðherra fyrir hönd ríkissjóðs við sérstakar aðstæður á fjármálamarkaði að reiða fram fjármagn til að stofna nýtt fjármálafyrirtæki eða yfirtaka fjármálafyrirtæki í heild eða hluta. Og í þessu frumvarpi þá er engin banki einn nafngreindur. Því er haldið opnu, en stjórnvöld leggja áherslu á það að allir bankar munu opna hér í fyrramálið. En fjármálaeftirlitinu verður sem sagt heimilt að grípa inn í starfsemi fjármálafyrirtækja með víðtækum hætti vegna sérstakra aðstæðna eða atvika í því skyni að takmarka tjón eða hættu á tjóni á fjármálamarkaði. Og meðal þess sem lagt er til að fjármálaeftirlitið á að geta gert er boðað til hluthafafundar eða fundar stofnfjáreiganda án tillits til samþykkta félags og ákvæða hlutafélagalaga. Tekið yfir vald hluthafafundar eða fundar stofnfjáreiganda í því skyni að taka ákvarðanir nauðsynlegar aðgerðir meðan annars takmarkað ákvörðunarvald stjórnar, vikið stjórn frá að hluta eða í heild sinni. Tekið yfir eignir, réttindi og skyldur fjármálafyrirtækis í heild eða að hluta eða ráðstafa slíku fyrirtæki í heild eða hluta meðal annars með samruna þess við annað fyrirtæki. Það getur takmarkað eða bannað ráðstöfun fjármálafyrirtækja fjármunum sínum og eignum og krafist þess að fyrirtæki sæki greiðslustöðvun eða leiti heimildar til nauðasamninga. Þetta er bara fátt eitt af því sem stendur í þessu frumvarpi sem við förum betur yfir hérna á eftir. En eins og þú heyrir, Sigmar, þá þetta eru mjög víðtækar heimildir sem þarna er verið að veita. Það þýðir það að þetta inngrip ríkisvaldsins er gríðarlega stórt. Já,
Já, það smátt saman að fyllast upp í öll púslin og þetta að skýrast heldur betur. Vilhjálmur, hvað meturu stöðun út af þessu? Samkvæmt þessu nánast verið að afnema lög hlutafélög, fjármálafyrirtæki og ýmislegt fleira. Þannig að fjármálaeftirlitinu falli hér allsherjarvald sem byggt á mat á hverju sinni, þannig að þetta nánast bara, þetta ekkert nánast, þetta neyðarlög þar sem að fjármálaeftirlitið hefur algert vald til þess að hlutast til og fara með stjórn fjármálafyrirtækis. Flóknara er það ekki? Flóknara er það ekki. Nei. Það bara ósköp einfalt mál. Þannig að þeir sem að eiga og reka bankastofnanir og fjármálastofnanir í dag, þeir hafa ekki lengur í sjálfu sér forræði yfir þeim stofnunum ef að mönnum sýnist svo sem... Ef mönnum sýnist svo, já. Ef mönnum sýnist svo, að þá er það fjármálaeftirlit sem fer með þetta vald. Já. Lestu eins í þetta, Ólafur? Já, í stærstum dráttum þá ger ég það. Þarna er alveg greinilega miðað við það sem hún las upp. Gert ráð fyrir bara mjög víðtækum valdheimildum málefni þessara fyrirtækja. Og þetta var löng upptalning sem að segja sína sögu í því efni. Já, þetta hlýtur náttúrulega að skapa alveg óskaplega mikinn óróa bara hjá almenningi. Við einhvern veginn vitum ekkert hvar við stöndum, hvað er að gerast. Það er þó augljóst að það verði að grípa inn í býsna kröftugum hætti. Hvað er einhver leið að meta það hvaða áhrif svona lagað hefur á markað og annað á morgun? Ég held nú að almenningi líður betur að vita af ráðstöfunum heldur en ekki ráðstöfunum vita af því að það er eitthvað í loftinu. Og þarna allan á komin einhver fastur punktur og ég á von á því að það verður nú reynt að greiða úr þessu og einhvern veginn heyrist mér nú svona á þeim sem tala að þeir muni eftir fólkinu. Þannig að það má vera að einhverjir skuldsettir hugsi hvernig fer ég að því að borga og það getur vel verið að þeir sem eitthvað eiga hugsi hvað verður mitt. Það er alveg greinilegt að hlutafjár eigendur þeir muni skadast. Mér sýnist það bara að það séu möguleikar á því að hlutafjár eigendur skadist. Innstæðu eigendur eru mun betur tryggðir. En eins og ég segi það fer eftir hvernig unnið úr þessu. Það getur vel verið að þessi skadi gangi tilbaka ef að úr spilast en það er allavega betra að vita af ráðstöfunum heldur en að vita því að það eru ráðstöfunur undirbúningi og hér fara allt á einhvern spinn þar sem enginn veit upphafið endi. Örstuð Ólafur, vegna þess að þingfundurinn hefst eftir stuttastund. Það er náttúrulega voðalega erfitt að greina á milli hagsmuna almennings oft á tíðum og hagsmuna hluthafa vegna þess að það eru náttúrulega tugþúsundir sem eiga hlutabréf í til dæmis fjármálastofnunum. Almenningur er náttúrulega eigandi þessara félaga meira og minna. Ég meina það voru 11.000 mann sem áttu til dæmis eins og í Glitni og óbeint náttúrulega margir tugir þúsunda í gegnum lífeyrissjóðina á Glitni. Mér finnst að þessar ákvarðanir núna þær sem sagt eru afgerandi. Þær eru að því leytinu til fallar til þess að eyða ákveðinni óvissu sem að hefur náttúrulega svona vofað yfir. Auðvitað er mikil óvissa eftir sem áður en það er auðvitað nauðsynlegt að þessum aðgerðum núna fylgi eins og ég sagði hérna áðan alveg skilyrðislausar yfirlýsingar það að heimilin verði varin. Líka skuldsett heimili vegna þess að þau hafa þurft að þola meiri áföll heldur en til dæmis heimili á Norðurlöndum. Þar hefur ekki orðið þetta hrikalega fall á gengi gjaldmiðilsins. Þar hefur ekki orðið þetta hrikalega verðbólguskot með þeim afleiðingum sem við sjáum á efnahag heimilanna og fyrirtækin verða að vera sömuleiðis. Takk fyrir þetta Ólafur og ég þakka ykkur báðum kærlega fyrir. Við skiptum yfir til Alþingis.